það verða að vera svona fjárhagsleg stjórntæki til að stjórna svona stóru bákni og þau vantar í Landspítalanum. Kostnaður Landspítalanum að reka hann og heilbrigðiskerfið eftir að margfaldast í framtíðinni. Þetta þarf að vera miklu dýrara. Og gena fjölbreytileiki laxveiðum landsins eitthvað sem ekkert nýtt. Í þessum kvíum lúsbitin dýranýð sem að eyðileggja fjörðin. Erum við ekkert pirraðir yfir því? Þú getur bara tekið kvinna og dreigja henni í burtu og þá einhver smá haukur af fóður afgöngum undir henni sem svo jæst síðan upp á 2-3 árum og svo bara allt eins og það var aldrei verið fiskeldi. Það er ekki bara Sigurður Ingi að bjóða sig fram á Vestfjörðum og þá fara samgöngunar að skána eitthvað? Hann alltaf nú búinn að standa sig vel í höfni Hornafjarðar á því svæði. Það allt fullt af nýjum brúm og hraðbrautum þar, skilst mér. Ef fólkið sem ef hæfnin sem við erum að búa til í menntakerfinu, ef hún ekki rétt, að þá kóðnar þetta allt niður hjá okkur næsta áratugum. Við erum búin að búa til alræði neitunarvaldsins, þannig að það hreyfist ekki neitt á Íslandi með nýjar virkjunarframkvæmdir. Guðmundur Fertram, hvað segirðu gott? Ég bara góður. Það ekki. Við erum á Ísafirði sem fallegur bær. Ég var að nefndi það við í gær. Ég hef ekki komið í mörg ár en ánægilegt að koma. Sko, það sem mér langar að gera í dag að ef fólk vill kynnast vörunniðinni þá fullt af myndböndum á YouTube og fleira því líkt. Varaðin náttúrulega snýst það að græða skinn með fiskgróði sem alla tíð hefur verið hent í ruslið og ekkert nýtt af einhverju viti en þú fannst leið til þess að græða sár með því að nota þessa afurð en við viljum ekkert að dvelja á því. Það sem mér langar að gera í dag að gera mig grein fyrir því hvað það sem að stjórnvöld gera vel, hvað það sem stjórnvöld gera illa, hvað það sem að betum að fara, hvað það sem að kannski hlutir það sem að stjórnvöld jafnvel fyrir. Og þú með þá reynslu að þú bjóst til fyrirtæki sem að voru hæðar og lægðir. Hvað það sem var gott sem að ríki gerði til þess að koma til móts? Já, ég held bara yfir höfuð þá sé umhverfið til nýsköpunar mjög gott á Íslandi og mjög gott stuðningskerfi. Það tækniþróunarsjóð, nýsköpunarsjóð, skattafslætti fyrir þróunarkostnað sem er mjög mikilvægt. Þannig heildar umgjörðum til nýsköpunar held ég sé bara mjög góð á Íslandi. En ég hef meiri áhyggjur kannski meira bara á verðmætasköpun í samfélaginu og þróun skatttekna og umgjörð til fyrirtækjarekstrar frekar en til nýsköpunar. Og það náttúrulega fyrirtæki sem verið nýsköpun, þau verða náttúrulega að fyrirtækjum og þá þarf umgjörðina að vera góð á seinninstigum málsins og þar held ég að við þurfum að standa okkur aðeins betur. Hvernig, að hvað leyti? Hvað það, og eins og ég segi, við erum örgulega bara að koma inn á fjölmargan hluti, sérstaklega varðar kannski nýsköpun, en hvað það til dæmis, svo eins og segi, byrjum bara í ákvaða, skattaafslættir í hvað formi, þetta á launagreiðslum eða hvernig þetta? Já, það þannig að fyrirtæki sem eru í þróun, að þá heldur maður ákveði bókhaldum þróun og kostnaðinn, það kannski 100 milljónir og þá getur maður fengið tilbaka, þá þetta tap í fyrirtækinu, ef þetta nýsköpunar fyrirtæki. Og þá getur maður fengið 20 milljónir krónur endurgreitt frá ríkinu. Það mismunandi formúla eftir hvað fyrirtæki stórt. Þannig að nýsköpunarfyrirtæki sem eru búin að útvega sér fjármagn hafa fengið fjárfesta til þessu fyrirtækisins sem hafa trúa viðskipta áætlun fyrirtækisins að á hverju ári þá getur það fyrirtæki fengið tilbaka í svo fyrirfram greitt tap frá ríkinu sem mjög gott kerfi. En við byrjum fyrst tækniþróunarsjóður, þá gerum við umsókn og svo nefnd sem fer yfir umsóknina og þar umsóknin fær hún skor eftir í hvað mikið nýnami henni, hvað hún væntanleg til árangurs, hver efnahagslegur ávinningur íslensku þjóðarinnar og alls konar í skórkorti og svo fær maður þann styrk eða ekki og yfirleitt þetta 50-50 styrkir. Þannig að frumkvöldin þarf að leggja frá 50% og þá kemur tækniþróun saman 50%. Og stundum kom þessi 50% úr eigin vasa frumkvöldsins og stundum að koma fjárfesta. Svo þegar við förum aðeins lengri í ferlinu, þegar fyrirtæki eru aðeins meira þroskara, að þá kemur þessi skattaafslátturinn, að þá komið viðskiptaáætlun, þá komið fjármagn í fyrirtækið og þá kemur ríkið til móts við þessi nýsköpunarfyrirtæki og greiðir prósent af
gríðarlegu tapi í reiðufé í lok hvers árs. Þetta eru ákvörðuleiti svipað kerfi voru til dæmis í kvikmyndagerð þegar erlend fyrirtæki koma að þá fá þau ákveðin hluta af kostnaðurinn sem endurgreiddan en þetta er náttúrulega samt allt öðru síð að því lítið til að þarna er að vera til fyrirtæki sem eru að njóta þessa skatta endurgreiðslu mjög gott kerfi, þannig að þarna er engir embættismenn sem eru að ákveða hvað á að greiða mikið, heldur það bara fjárfestarnir sem trúða verkefni, þá kom peningur í kassan menn eru til í að vera í taprekstri í þróun í ákveðin ár og svo fær maður ákveðna prósent af þessum taprekstri endurgreiddin í lok hvers árs frá ríkinu. Sko, því að við erum náttúrulega núna hérna á Ísafirði og mér sko Vestfirðir mjög kærir út af því að konan á Rætisson er að reykja á sunnanverða Vestfirði og það sem að ég, sko, eins og með þitt verkefni og eins og ég nefndi nú við í gær, þú skipulaðir ýmsa fundi fyrir mig hérna þar sem ég var að hitta hérna ýmsa aðila sem að koma að atvinnurekstri með einum öðrum hætti og snýr meðal annars orku og fleira því líkt. Og það sem ég svona, er mér búið að vera mjög huglegt sko, ef við tökum Keresi sem batteri að það sem mér langar svo mikið að reyna að koma að stað og ástæðan fyrir því að mér langaði líka svo rosalega að koma var að mér langaði að kynnast þessu verkefni svona að finna þau áþreifanlegu áhrif sem þetta haft á bæjarfélagið og ég held að það sem að sko, við getum lært á þinni vegferð er að sko, hvernig margföldu við þetta, hvernig getum búið til fleiri Keresis, þetta þarf ekki að vera að hafa með fisk að gera, en hvernig sköpum við þannig aðstöðu að fleiri fyrirtæki og sérstaklega það á landsbyggðinni, þannig að brandarinn það að allir flytji suður svona stöðvisaldið og við fyrir jafnvel að sjá þróunin í öfuga átt. Sko hvað til að þú, ef þú þetta kannski að nefna 2-3 atriði, hvað heldur að vera svona helsta sem að væri hægt að gera til þess að skapa þannig aðstöðun að landsbyggðin og sérstaklega kannski Vestfirðir og víðar fengju raunverulega umgjörð til þess að reyna að fá og geta laða að sér ungt fólk, fjárfesta og sérfræðinga. Sko, ég held að umgjörðin fyrir nýsköpun til staðar á Íslandi, hún er nokkuð góð. Innviðnir eru ekki nokkuð góðir og það er einmitt eitthvað sem ég hef mikið náhuga á. Þú kannski heyrt mig tala um Vestfjarðalínuna og svona átaksverkefni til að bæta innviðum á Vestfjörðum í ljósi skattekna sem verið að skapa hérna á svæðinu. En það er vöxtur hérna á Ísafirði, á Vestfjörðum, það er íbúa fjölgun, það eru auknar skattekjur, þannig að ég held að hlutverk ríkisins er bara að skapa réttu umgjörðina, réttu skattalegu umgjörðina, leyfisveitingar, innviði og þá kemur vöxturinn og þá kemur fólkið, þá skapast menningin. En salun á Keresis var mjög mikilvæg fyrir nýsköpun á Íslandi. Það voru margir sem högnuðust á sölunni á Keresis og það var náttúrulega önnur fyrirtæki sem hafa verið selda á þessum fólk voru hagnast á og þetta gefur svona sjálfstraust til fjárfesta að fjárfesta í nýsköpun. Við höfum séð núna undanfarna mánuði eftir sölun á Keresis mikil vöxt í fjárfestingum í nýsköpunum fyrirtækjum sem eru með tæknilega áhættu. Það til dæmis verið að ljúka daginn hlutverkningu í Genis sem var mjög árangursrík. En það er ekki nóg bara að við fókusurum á umgjörðina fyrir nýsköpunum fyrirtæki. Við þurfum að fókusura alla umgjörðina bara til fyrirtækja rekstars og innviða og þar þurfum við að gera eins betur og við þurfum að skilja betur hvar verðmætin verða til í samfélaginu. Hvar verður vöxturinn til. Þannig að með vexti í samfélaginu þá verða til meiri skatttekjur og þá er þetta útdela meiri verðmætum til okkar borgarana í formi þjónustu hjá ríkinu, menntamála, heilbrigðismála og slíkt. En það byggir allt á vexti. Ef þú ætlar að fjármagna aukna þjónustu í vegakerfi eða í heilbrigðisþjónustu eða mentamálum og þetta ekki með vöxt, þá þetta gera það með að taka eitthvað af einhverjum. Þá þetta ákvaða, við ætlum að setja minni pening í heilbrigðisþjónustu til að byggja upp vegakerfið, ef við ætlum að setja minni peninga í vegakerfið til að byggja upp skólakerfið. Þetta byggir allt á vexti og það er ekki nógu mikil skilningur í samfélaginu í dag á vexti og hvað vöxtur er mikilvægur. Vöxturinn, hann skapar okkur svigrum til aukinar þjónustu. Við erum að tala um að við erum ekki nógu ánægð með menntakerfið, börnin okkar ekki fá nógu góða menntun. Þjóðin er að eldast, það er gríðarlega mikil kostnaður aukning framundan í heilbrigðiskerfinu.
og ég held að flestir og margir Íslendingar eru ekki ánægðir með þá þjónustu sem heilbrigðiskerfið er að veita í dag. Samt er að gríðarlega mikil kostnaður. Landspítalinn 85 milljarður kostnað á hverjum ári og ef við ætlum að setja meiri peninga í Landspítalann, heilbrigðiskerfið eða menntakerfið, þá þurfum vöxt og vöxturinn byggir á umgjörð fyrir fyrirtæki, fyrir nýjar atvinnugreinar og og það er svona gaman að segja frá því að á Vestfjörðum svona ákveðið efnahagsævintýri í gangi, að það er mikill uppgangur hjá Kerecis til dæmis, að tekjur Kerecis í ár eru tæplega 200 milljónir dollara og það er rosalega mikill vöxtur í fiskeldinu, það er að vera til 20 milljarða tekjur þar og cirka 20% af hverju milljarði sem er búin til í laxeldi fer í skatttekjur. Þannig að þegar við erum að tala að við sem ekki nú ánum með menntakerfið eða heilbrigðiskerfið, þá erum við að tala vöxt og þá erum við að tala hvað ætlum að búa til verðmæti til að fjármagna betri þjónustu. Og þar held ég að við þurfum aðeins að standa upp betur. Já, það er einhverjir sem hafa samt fjallað það að fiskeldi séu ekki að borga neitt skatt. Þú segir að það séu 20%. Já, það er cirka 20% fyrir hvern milljarð útflutningstekjur af laxi núna í ár voru 50 milljarðar og þar eru þá 10 milljarðar af því sem fer bara í vasa okkar borgarana og 10 milljarðar er svolítið mikið. Landspítalinn 85 milljarðar á ári, Háskóli Íslands cirka 20, þannig að til dæmis bara skatttekjurnar af laxeldi hér á Vesturum fjármagna helmingin af rekstri háskólans. Sko, það eru margar leiðir sem langar að fara að þessu en ég ætla aðeins að tala Landspítalann. Ég þykist ekki að svona ykkar samskipti, þið hafið þurft að leita rosalega mikið út fyrir landsteinana, mikið að leita til Bandaríkjanna til þess að selja ykkar vöru. Það hefur verið ákveðin tregða með skilst, allavega við þá sem ég hef talað að hafi gætt ákveðina tregðu við það að nýta ykkar vöru inn á Landspítalann og innkaupa svona áherslunar hafa verið svolítið svona á þá leið að það hefur ekki verið mjög mikið spenna fyrir einhvern veginn þessu, einhvern veginn þurfti eins og salan einhvern veginn náði að grípa athyglina einhverju leyti. Hvernig hefur þessi þróun verið? Því ég veit að á Landspítalanum er mikil kerfisleg tregða. Það er meira þess að tregða sem að forstjórinn hefur jafnvel talað í viðtali við mig þegar ég var að gera meistararitgerðina mína og það er einhvern veginn eins og það sé það næstum því eins og að fólk sé að passa upp á það að halda hlutunum alltaf eins og það sé rosalega lítil íhaldssemin sé svo mikil að það er eiginlega bara lítið svigrúm fyrir einhvers konar framþróun. Já, einmitt. Landspítalinn er alltaf sérstök stofnun, það er langstærsta heilbrigðisstofnun landsins og svo sem við setjum langmestan pening í, það eru fjárlögum fara cirka 85 milljarðar til Landspítalans, til heilbrigðiskerfisins alls fara 130 milljarðar, þannig að þetta er stór hluti af þeim peningum sem þjóðin veri í heilbrigðiskerfið, fer til Landspítalans. Kerecis væri líka ekki til án Landspítalans, við gerðum okkar fyrstu prófunir þar, félag mínir Baldur Tumi húðlæknir og Hilmar Kjartansson bráðalæknir og fleiri læknir sem koma að rekstri fyrirtækisins og þegar það er að fara í gang og við vorum að gera okkar fyrstu prófanir að ef við hefum ekki haft þetta góða fólk og aðgangur Landspítalanum þá væri Kerecis líka ekki til. En svo verður vandamáli til þegar að fyrirtæki eins og Kerecis vilja fara að selja vöruna sína að þá er svona ákveðin tregða í kerfinu sem er náttúrulega mjög leðilegt þegar eins og Kerecis búin að fá styrki frá Tækniþróunarsjóð, Nýsköpunarsjóður Íslands fjárfestir í fyrirtækinu sem er eigu ríkisins, við fáum skattafslátt þannig að ríkið búið að fjárfesta heilmikið í Kerecis í gegnum þessi styrki og endurgreiðslur og svo þegar varan er tilbúin og menn vilja fara að selja að þá er ekki til peningur, að þá er ekki farvegur innan Landspítalans til að kaupa nýjar dýrari vörur og það er náttúrulega alls ekki gott. En það er líklega vegna þess að þú þekkir þetta mjög vel, en það er líklega vegna þess að tekjur Landspítalans byggja ekki á DRG-kerfi.
að eftir því sem að Landspítalinn framkomir fleiri læknisverk að þá minnkar raunverulega greiðslan per læknisverk, þannig að Landspítalinn á föstum fjárlögum, þannig að þegar afkasta geta Landspítalans eykst, ef þú gerir til dæmis fleiri hnjáaðgerðir eða fleiri sjónhimnaðgerðir, að þá fær Landspítalinn ekkert meiri pening og þannig að það er engin svona hvati svona til kerfisins, þetta er alltaf bara stórt kerfi, Landspítalinn það er stóra, að það er ekki hægt að treysta á svona að það sé fólk með drifkraft í fjármáladeildinni, innkaupadeildinni, þetta er stórt bákn og það verður að vera svona fjárhagsleg stjórntæki til að stjórna svona stóru bákni og þau vantar í Landspítalanum. Það ætti að vera þannig að öll læknisverk sem eru framkvæmdar, hvort sem það sé botlangaskurður eða þrálátt sárótt og sykursýki eða aflimun eða hvað hann er, að þá ætti að kóða öll þessi læknisverk með þessu DRG kóðakerfi sem allur heimurinn er að nota og svo ætti Landspítalinn sem það reikning til sjúkratrygginga og svo ætti sjúkratryggingar að fara yfir hann reikning og borga svo fyrir læknisverkið sem myndi þá þýða að þegar Landspítalinn er duglegri og framkvæmir fleiri læknisverk að það fengi hann meira greitt en þessi svona efnahagslegi hvati til aukin afkasta og til að prófa nýja tækni og nýjar vörur til að auka afkastin, hún er ekki til staðar hjá Landspítalinn og það er ekki nógu gott sko. Ég hugsa, þú er náttúrulega rannsakað þínu mastersverkefni, en ég hugsa að ástæðan fyrir við séum ekki með þetta DRG-kerfi er að þetta er svona ákveð svona paper pushing, að þú þarft að vera með skriffinsku kringum þetta, Landspítalinn þyrfti að vera með meiri aga í að kóða aðgerðir, það þyrfti að vera fleiri fólk þar í fjárhagsdeildinni til að senda kröfurnar til sjúkratrygginga, svo þyrfti að vera fólk hjá sjúkratryggingum til að fara yfir þetta allt saman og tryggja þessi rétt og greiða, þannig að þetta er allt eitthvað sem myndi auka svona skrifstofulagsins hjá Landspítalum og sjúkratryggingarna og ég held að það vantar áræði hjá pólitíkusonum til að sætta sig við það að það þurfi meiri skrifstofufólk til að fá svona kerfi í gang sem síðan myndi leiða til aukinna afkosta síðan mér. Já, ég meina að þetta er líka sko umræðan DRG-kerfið hefur verið rosalega skrítin, það er náttúrulega gætir ákveðinni vankunnáttu innan Landspítalans á því hvernig þetta kerfi virkar og það er hægt að gera mjög margt með þessu kerfi sko, það er rauninni hægt jafnvel að vera með ákveðina svona vinstri áherslur, þetta er bara kostnaða mælingakerfi, þú veist, rauninni bara þú getur þess vegna að vera að nýta þetta bara í yfirsýn yfir reksturinn, án þess að vera að taka einhverja ákveðna hvata í það, einhver efnahagslegu hvati fyrir lækna eða efnahagslegur hvati fyrir deildirnar eitthvað fleira þvímli, það er hægt að fara í rosalega mikið útfærslum að þessu en eins og þú nefnir sko með DRG-kerfið sem er eins og ég segi kostnað mælingakerfi sem að greinir hverja aðgerð heilbrigðis starfsfólks og kóðar það eftir því hversu mikið að kostar tími og aðföng og mannafli. Það sem að mér hefur fundist einkennilegast við umræðuna þetta kerfi er einmitt að sko að það þurfi að verða þá farin einhver bandarisk leið til þess að nýta sem að er náttúrulega ekki, þetta er öðruvísi í Frakklandi, þetta er öðruvísi í Hollandi, margir aðalega sem er að nota kerfið á mjög mismunandi máta en það er eins og þú segir sko og sérstaklega eins og sko punkturinn sem komst inn á áðan er að sko heilbrigðisþjónusta mun verða fyrir meira álagi á næstu misserum og á næstu áratugum sérstaklega og það sem við þurfum svolítið að gera okkur inn fyrir er að ef það er ekki búið að sko, skapa þannig aðstæður að það sé ákveðin framþróun og eins og með verkefni ykkar að það sé ekki einhvers konar hvati til þess einmitt þegar það er búið að fjárfesta rosalega mikið í kerfinu að þá einhvern veginn er ekki til aðföng til þess að nýta svo afurðina að þá er það rosalega einkennilegt en sko ég einmitt þegar þú nefnir einmitt meistarritgerðina mína þar einmitt var ég að reyna að spyrja alla þá sem ég tók viðtöl við sem voru stjórnendur á Landspítalanum tók nokkuð viðtöl og mjög mörg óformlega viðtöl þar sem ég var einmitt að reyna að skoða þetta að það var svo magna að fylgjast með bara það vissi einhvern veginn enginn hvar flöskuhálsinn lá eða vildi eiginlega ekki takast á við það út af því að það að stinga hausnum upp úr sandinum að það einhvern veginn gæti haft líka sko slæm áhrif á þig persónulega og það er svolítið þetta sem að mér finnst alveg rosalega skrítið í þessu öllu er að þegar við þurfum nauðsynlega á því að halda að heilbrigðiskerfið sé að fara að verða betra að þá einhvern veginn neitum við að sko bara taka það skref að hafa einhvers konar yfirsýn. Já,
Þetta náttúrulega einu vinnustaðar landsins fyrir svona okkar helstu sérfræðinga í hérna læknisvísindum og hjúkrun en ég held raunar samt að sko að það vera að gera alls konar endurbætur og í Landspítalanum og ferlum þar og deildarskipulagi og ég held að ég þekki það ekki svona nákvæmlega, ég held menn séu að kóða aðgerðir eftir DRG-kerfinu. Það verið að því, sko, ákveðin deildum. Og næsta skref það eins og þú segir að tengja það inn í einhvers konar afkastamódel og svo kannski næsta skref og eftir því að tengja það við greiðslur vegna þess að það held að það sé eðlilegt að gera það en þegar við seljum vörun okkar í Bandaríkjunum með Kerecis þá hún alltaf seld inn á spítala út af afkasta hvetjandi notagildi. Það læknir sem hefur áhuga á vörun okkar á spítalanum og hann vil berjast fyrir að fá vörun inn á spítalan og það unnið með honum og svo svona value analysis committee í hverjum spítala samstöp í Bandaríkjunum sem þá fer yfir vörun okkar, fer yfir læknisæðileg gögn hvað þessu vel hún virkar, hvað hún kostar og svo erum við líka með svona efnarslega greiningu á notagildi vörunar hvað hún sparar, hvað ræðir sár, hvað hún minnkar kostnað sjúkrahússins og þetta allt tekið fyrir í þessum value analysis committees eða ég get nú ekki snarð því íslensku svona 1 og 3 en og í kjölfarið er svo ákveðið að kaupa vörun okkar og í þessu nefndum sitja þá fólk úr innkaupadeildinni að sitja læknar og þessar nefndir hittast einu sinni í viku og taka fyrir allar nýjar vörur sem spítalunum er boðið kaups og það er náttúrulega rosalega mikið Bandaríkjunum miklu sölumenn þannig að það er mikið svona áreita á spítaluna að selja nýja vörur og en þarna eru bara þetta læknisæðileg gögn og kostnaður og efnahagsgreiningar sem ráða því hvort að spítalinn kaupir eða ekki og það hefur gengið gríðarlega vel hjá okkur að selja vörun okkar í Bandaríkjunum. Ég nefndi áðan að frá 2016 þá voru við ekki með neina sölutekjur og núna árverða tekjurnar hjá Kerecis rétt undir 30 milljarðar króna þannig að auðvitað ættu sömu lögmál að gilda á spítalum hér á Íslandi og í Bandaríkjunum og Evrópu. Já, ef ég fæ skótan inn í sko, því að líka út af veriðis matsnefndir eða eitthvað því líkt að þessar nefndir náttúrulega greina það líka hljóta að greina sko afleiðingar af því til þess að þurfa að aflima einstakling sem að myndi þá ekki fá ígræðslu það getur verið mögulega útkoma og það sem að ég meitt sko það sem að mér finnst svona aðeins skorta í umræðum heilbrigðisþjónustu er ekki bara sko hvort að sé hægt að færa þetta yfir einkarekstur eða hvort að sé hægt að gera þetta einhvern veginn öðruvísi aðra heldur að sko snemmtæk inngrip séu það mikilvæg að það kom ekki til einhverjar miklu stærri inngripa en það er samt sem áður eins og að, sko, og ég ætla ekki að fara að segja það að heilbrigðisstarfsmenn pæli ekki í þessu það er pælt í þessu en eins og með ykkar þessa vöru er að meða við þær afleiðingar sem þetta geta haft síðan mér að þá ætti sá kostnaður samt að vera og nú veit ég bara ég er hljóma eins og ég sé að bara í einhverju PR-stöndi fyrir Kerecis en ég samt velti fyrir mér að hvort að það væri ekki ódýrar að kaupa vöru sem myndi þá þó það væri ekki nema í 20% tilfella koma til með að bjarga því að manneskja sé aflimið og þá er ég bara að tala út frá kostnaðarmati sko. Og það er náttúrulega þannig sem þessar greiningar eru gerðar en sko í Landspítalanum er gríðarlega öflug og góð innkaupadeild sem fókusar mjög á innkaupaverð greitt verð fyrir greita einingu og og stendur sér mjög vel í því en það er ekki svona innkaupaferli þar sem heildar kostnaðurinn er metin sparnar í læknisverkum kemst sjúklingurinn fyrir út á spítalanum og svo kannski svona hlíðargildi varðandi framtíðar lífslíkur og svoleiðis að það er ekki svona skilgreint ferli fyrir þetta en vandamál hjá Landspítalanum er samt sko tvíþætt það er annars vegar að við þurfum að standa okkur betur bara í að reka spítalan og ég held að sé ákveðnir hlutir í gangi þar sem eru mjög góðir, það er bara að ganga á hægt en þetta er svona skammtíma vandamálið en til langstíma er vandamálið kostnaður og kostnaður á Landspítalanum að rekan og heilbrigðiskerfið eftir að margfaldast í framtíðinni þetta ætlar að vera miklu dýrara við erum eftir að lifa lengur
lifur að vera dýrari, alls konar græjur að vera dýrari, róbótar og alls konar, þetta alltaf að vera miklu dýrara og svo eru við að fara að vinna er þjóðin að minnka þannig að þeir sem að borga skatta við erum með undir 2 í fæðingartíðni þannig að þeir sem eru á vinnumarkaði að tekjurnar þar bökin sem er að bera þannig kostnað þeim er að fækka og þess vegna skiptir svo miklu máli að við aukum skatttekjur ríkisins og við getum gert það með því að bara hækka skattprósenturnar þá bara minnkar framleiðnin og fyrirtækjunum gengur verð eða við getum fókusur á vöxt og það er það sem að allt snýst og þar verðum við að standa okkur betur í að hlúa nýjum atvinnugreinum, búa til nýjar skatttekjur, ekki með að hækka prósentur og skattpína þær greinar sem eru í samfélaginu í dag, heldur búa breyka tekjugrunn og við þurfum að standa okkur betur í kjarasamningum, við verum að reikna betur hvað hver virðisaukin er í hverju ári að hver efnahagslegt svigrúm sem verður til í hverju ári með vextinum og svo þurfum við að vera betri að taka þetta efnahagslega svigrúm sem að vöxturinn skapar á hverju ári og ákvarða hvað ætlum að deila þið niður á það allt að fara í launahækkanir, í kjarasamningar eða á eitthvað að því að fara í standa betur vörðum heilbrigðiskerfið og menntakerfið og þannig að við þurfum meiri fókus á vöxtinn og þessa krónutölu sem verður til á hverju ári í nýjum peningum í efnahagslegum vexti svo þurfum við að vera með formlegt ferli þar sem við tökum þessa milljarða sem verður til í vexti og pólitíska máta ákveða hvernig við deilum því niður ætlum við að setja svona mikið í kjarasamningshættur hækkanir, svona mikið meiri Landspítalann, svona mikið meiri menntakerfið, svona mikið meiri vegakerfið og með því sköpum við tekjur til að auka þjónustun og bæta þjónustun heilbrigðiskerfinu. Nú ætla því að ég er sammála þessu öllu, þá ætla ég að bregða mig smá í búning út af því að maður langar að fara með þessu yfir í stjórnmálin og sko núna myndi einhver sem er okkur ósammála að koma hérna og segja heyrðu, já, flott, einhver smákongur út á landi, búin að fá nokkra þúsund kalla fyrir það að vera með eitthvað undraverkefni, já, flott, þeir klappa bakið en minna þú ert ekkert orðin snillingur í öllum málefnum, þú getur ekkert verið að tjá þig vegagerðir sem þú hefur ekki hundsvita á, það er ekki þar með sagt að þú getur verið einhver vísindamaður út á landi að búa til að græða einhver sár og þar með ert þú að fara að tala niður kjarasamninga og kjör hérna lægst settu sem er í samfélaginu sem eru búa til alla þær nauðsynjar sem að þú svo nýtir en vilt ekkert borga í samneysluna. Þetta er mjög fyrirsjáanlegt, það gerist alltaf þegar einhverjir smákongar fá nokkra þúsundkalla í vasan að þá eru þeir sjálfkrafa orðnir einhverjir talsmenn þess hvernig við erum að reka samfélagið. Þetta er fyrirsjáanleg saga, við erum búin að sjá þetta 100 sinnum áður. Af hverju telur þú þig vera svona mikill snillingi öllum málefnum bara fyrir það eitt að hafa náð einhverju að vinna eitthvað róð? Já, góð spurning. Ég heldur reyndar að orðræða mín hafi ekkert breyst sko. Hún er alveg svo saman hún var fyrir 10 árum eða 20 árum. Ég held kannski það sem hafi breyst með kerisjusölun og kerisjus að það fólk sem hennar að hlusta á mig og þess vegna hafið þú sett upp í fjórhjóladrifna bílinn þinn og keyrt vestur til að spjalla við mig, ekki vegna þess að það sem ég sé að tala sé nýtt eða breytt, heldur vegna þess að nú eru nokkrir úti sem nennar að hlusta á mig. Þannig að en varðandi sko með efnahagslega vöxtin að það er einmitt með þessum efnahagslega vexti sem að við getum hækkað laun að með að búa til vöxt með að standa vörðum nýjar atvinnugreinar, búa til nýjar skatttekjur að þá verður til þetta efnahagslega svigrúm á hverju ári og þá getum við tekið hluta þessu nýju peningum sem verða til með vextinum og deilt honum niður í samfélagið og segjum að verða til sem að sé til dæmis 20 milljarða, kannski ekki mikið, 10 milljarða vöxtur í hagkerfinu milli ára að þá er þetta ákveða og svo að taka helmingina því og setja í kjarasamninga helmingina því í samneysluna það er náttúrulega miklu betur en að vera með nullvöxt og fara í kjarasamninga og þá þarf að taka peningin í hærri laun frá samneyslunni með einhvers konar sem er náttúrulega miklu verra að þá þurfa fyrirtæki að hækka verðin hjá sér og þá verður þetta verðbólga og þá jæst bara
kjarasamnings launahækkunum upp þannig að við verðum að fókusera á efnahagslegan vöxt og vera með að klára hver þessi efnahagslegu vöxtur og svo það pólitíkur svona að rífast hvernig við deilum úr þessum árlega efnahagslega vexti, hvað mikið fyrir kjarasamninga, hvað mikið fyrir innvið uppbyggingu, hvað mikið fyrir menntakerfið og með því þá þurfa fyrirtæki ekki að hækka verðin hjá sér og það verður ekki til verðbólga. Ég sko ég rætt einhvern tíma við Brynjar Níelsson spjöllum stundum saman þar sem að við einmitt komum inn á það sko að þú hefur búið í Bandaríkjunum og hefur reynslað að vera í Bandaríkjunum. Það öðruvísi umræða og stemning yfir atvinnurekstri í Bandaríkjunum þar sem að svona atvinnurekendur eru álitnir, hvað ég að segja, svona jákvæðari hætti. Það horft að með jákvæðari hætti heldur en hérna einhvern veginn, þú veist, maður sér þetta í húsnæðismálunum, þá rosalega mikið talað það sko, við þurfum að fara að byggja upp húsnæði en allir sem eru að byggja upp húsnæði þeir eru vondir og eru að draga til svona mikið af fjármagni, ótrúlega einkennileg umræða. En það eins og ég segi, það ákveðið á Íslandi að svona atvinnurekendur eru svona álitnir hornauga sko, eins og þeir séu hálfpartinn svindlarar sko. Já, ég veit það nú ekki kannski ekki hérna. Nei, en ég sko eins og í Bandaríkjunum Keresis flutti reksturinn sinna svola markaðstæður allt til Bandaríkjana 2016 og ég var þar í nokkur ár með fjölskyldunni en það átta menn sem sagt á þessu mikilvægi vaxtarins að með velreknum fyrirtækjum með nýrri tækni þá verður til nýjar tekjur og verður til vöxtur og þegar það verður til vöxtur í samfélaginu þá verður til ráðrúm til að deila niður á milli fólks og og það ótrúlegt hvað Bandaríkjamenn eru svona opnir fyrir nýjum hugmyndum, nýjum rekstrarhugmyndum, nýrri tækni og hvað þessi skilningur er djúpur þar að ný tækni skapa nýrri tekjur sem eigur velferð en það líka svona kerfið náttúrulega allt öðruvísi þar þegar það allt tekjudrifið eins og til dæmis sjúkrahúsin sem eru með þessa DRG kóta þetta allt fyrirtæki sem eru einkaeigur og þurfa að skila hagnaði þannig að þegar það verið að meta vöruna hjá okkur þá þarf hún ekki bara að vera betur fyrir sjúklingana hún þarf ekki að hún þarf líka að vera auka efnahagslegan ávinning eiganda spítalans og það gengur bara nokkuð vel sko vegna þess að það örugglega hvergi betra að vera í Bandaríkjunum alveg veikur þar að segja að maður tryggður en í Bandaríkjunum og gríðarlega gott heilbrigðiskerfi þar þó að sé því miður fólk sem fallega nokkuð liti utan við það. Þetta sko út af því að maður langar að færa okkur yfir í stjórnmálin. Sko við vitum það, svo við kannski tölum að þessum Vestfirði. Ég veit að þegar maður tala við fólk að stjórnmálamenn eru rosalega spenntir fyrir Vestfjörðum rétt fyrir kosningar. Alveg sko, það talað Vestfirði, það talað orkuskort á Vestfjörðum og það talað hvað þurfum við nauðsynlega að og svona þetta efnahagslega undur sem að náttúrulega ekki bara í Keresis heldur líka í fiskeldum. Sko stjórnmálamenn þegar þú salan á Keresis á sér stað var einhverjum, þú veist, hvernig hefur verið svona afkoma stjórnvalda og stjórnmálamanna í því að reyna að svona læra af þessari þekkingu í rauninni það sem ég að gera núna. Hvernig finnst þér að stemmingin hafa verið í gagnvart því? Ég held hún bara sé mjög góð. Ég held að árangurinn hjá okkur var ákveðnu leiti svona gæðastimpill á umhverfi til nýsköpunar á Íslandi. Við erum aðalega að selja vörun okkar erlendis þannig svona, og náttúrulega Íslandi er svo lítið samfélag þannig að Keresis gæti aldrei verið til nema fyrir erlenda tekjur ég hugsa að tekjur okkur í Íslandi séu kannski 0,1% af tekjum fyrirtækisins þannig að Keresis var aldrei til bara því að selja nýslensk heilbrigðiskerfið sem betur fer hérna erum við með kannski 20-30 afleimanur ári og það var náttúrulega hræðilegt ef það var svo mikið á sárum það getur staðandi fyrirtækjum svo Keresis en til að setja svona í Vestfirði kontekst að útflutningsverðmæti að
kvíarnar sem þú sér hérna út á firði með hérna, við sjáum bara hérna út gluggan að hérna með laxinum í að tekjurnar heildar vöru útflutningsprósenta fisksins í þessum kvíum cirka 5% af öllum vöru útflutningi þjóðarinnar. Þannig að fiskurinn sem synt í þessum kvíum hérna og á Vestfjörðum hérna innum fjörðunum og svo smá restur reyndar á Östfjörðum, að það er 5% af vöru útflutningi þjóðarinnar. Og hérna þannig að og stjórnmálum náttúrulega átta sig að því þegar menn að gera fjárlög og að deila út peningunum til hérna Landspítalans, Háskólans, sjúkrahúsanna, vegakerfisins að hérna þá stjórnmálfólk mjög hæft fólk upp til hópa og vel inn í hlutunum og gera sér grein fyrir því hvar verðmætin verða til í samfélaginu og þau verða hérna til að hérna að stórum hérna að einhverju leiti, að stóru leiti hérna á Vestfjörðum með þorskveiðum, hérna laxeldi og núna rekstri Kerecis og það tengist einmitt þessu hérna Vestfjarðalínuverkefni sem mér langar að benda á þessa tekjur í hérna heildar samhengi svona skattafótspors alls atvinnulífs í Íslandi að hérna að við þurfum svo mikið að hérna auka skattgrunn þjóðarinnar til að geta fjármagna betur Landspítalan hérna heilbrigðiskerfið, vegakerfið að hérna að við þurfum að standa vörðum atvinnugreinar og vöxtinn og það þarf að vera meiri svona jákvæðni í samfélaginu. Þú talaður hérna hver reynsla mín hefði verið að nýsköpun í Kerecis. Hún var alltaf verið góð en það eru aðrar atvinnugreinar sem eru mjög mikilvægar og eru að skapa okkur þetta framtíðar skatta grunnlag sem getur með að vera okkur svo mikilvægt að hérna að við verðum að hérna hafa áhugaðum öllum, ekki bara einhverju sem hipp og cool eins og Kerecis. En skortir þetta ekki ákveðina mannúð? Ég meina í þessum kvíum lúsbitin dýranýð sem að eyðileggja fjörðin. Erum við ekkert pirraðir yfir því? Já, en sko fyrst, þetta er tvíþætt, þetta með lúsarbitin að hérna og svo eyðileggja fjörðin. Sko, ef við tölum fyrst að eyðileggja fjörðin, þá engin ekkert laxeldi hér sem hefur ekki ekki afturkræft. Að það er engin mengun að koma hér úr laxeldi, engin efni eða jarðítur eða stíplur eða slíkt sem að koma úr laxeldinu. Þetta eru kvíar hérna, þú veit ekki, þegar maður flýgur hérna á Ísafjarðarflugvelli þá sér maður hérna eins og svona litla títuprjóna hérna í Ísafjarðardjúpi, þannig að svona umfangi svona flatamálslega er gríðarlega lítið versus allur yfirborðsflötur sjávar í fjörðunum hérna. Þannig að hérna og allt þetta bara, þú getur bara tekið kvinna og dreigja henni burtu og þá er einhver smá haukur af hérna fóður afgöngum undir henni sem svo jæst síðan upp á 2-3 árum og svo er bara allt eins og það hafa aldrei verið fiskeldi. Þannig að hérna þannig að hann er afturkræfur, allt laxeldi er afturkræft. Varandi lúsbit, það eru ákveðin vandamál sem hafa verið í því og hérna það eru 4 fyrirtæki hérna á Vestfjörðum sem eru í laxeldi og sum þessara fyrirtækja ekki með hérna lúsir í sínum rekstri, þeim hefur tekið að halda þeim burtu. Hérna það eru hérna svo gaman kannski segja Fríður svona hliðarsögu að hérna þetta er svona hátækni vandamál að hérna til dæmis ég fór nýverið hérna út í Kví hjá Háafelli og skoða það leysigeisla byssur sem eru notaðar til að skjóta hérna og drepa laxalís og hérna svo eru róbótar í kvíunum sem eru að hérna skammta mat. Það eru hérna svolítið pils í kringum kvíarnar sem hérna svona fínriði net sem á að halda hérna lús, komið veg fyrir að lús smittist út fyrir kerfið. Þannig að það eru alls konar aðgerðir í gangi en þetta er bara eins og til dæmis á kjúklingabúi að hérna stundum komið vandamál á kjúklingabúum að hérna það kemur upp salmonella, þá er eitthvað að fara úrskeiðis og þá er brugðist við því og við erum bara mjög góð í því miður þá kemur stundum upp hérna riða í sauðfé á Íslandi og hérna þá er brugðist við því í þessu hérna í laxeldinu sem er cirka 5% af öru útlundi þjóðarinnar þá kemur fyrir í einn og einni kví
álag út af lús og þá var brugðist við því þannig að það bara eins og það en ef við tölum svo sko þessa framleiðslu sem okkur svo mikilvæg skapa okkur þessar tekjur sem við þurfum að og þá náttúrulega eftirspurn líka eftir prótein í heiminum á matvælum og það eitthvað sem við höfum verið mjög góð í matvælaframleiðslu með fiskveiðum frá aldaöðli og þetta eru hátækni störf sem eru í kringum þetta hátekjustörf og þetta eitthvað sem við erum góð í það matvælaframleiðsla og og við erum líka að reyna fyrir okkur í matvælaframleiðslu á landi með laxeldi og sem gríðarlega spennandi þar erum við að nota stóru auðlindin okkar vatnið og stóru auðlindin okkar sem rafmagn mér skilst bara frétt núna nýverið í viðskiptablaðinu að við þurfum 100 megavött út af landeldi til að dæla vatninu þar í kvíarnar og til að fá þessu 100 megavött þá þurfum við nýja virkjanir þá þurfum við nýja stíplur þá þurfum við vegagerð sem allt afturkræft þannig að lagareldi eða laxeldi í sjó afturkræft meðan að ýmiss konar annars konar matvælaframleiðsla þá ekki óafturkræft. Nei, akkurat, þetta áhugavert einmitt eins og þú nefnir sko. Ég var endur ekki búin að pæla þessu allir sko, innviðinni sem eru þá mikið líti sem að myndi koma þá til kastana út af því að það þyrfti þá orku til þess að búa til þetta prótein. Ég myndi var að sko, kynna með tölur þetta ég held að sko, aukning á próteini og með fisk og sérstaklega laxi að aukast framleiðnin að aukast 3% og meðan eftirspurnin að aukast 9% og eins og ég búin að fjalla áður, ég meina í óstöðuri heimi þá sko, það ekki endilega það að matur sé af einhverjum skornum skamti, það aðalega dreifikeðjur geti í rauninni að raskast og þá getur það haft mjög víðtæk áhrif á allan heiminn ef að sko, matvælaframleiðsla myndi minnka á einum stað og það sem að ég einmitt eins og þú ert búin að vera að fjalla það sem eins og skríti líka í allir þessar umræðu að ég var bara að ræða við mann í gær á Ísafirði, nú ekki að nefna hvern en hann einmitt sagði við mig bara þegar ég fer suður sem ég finnst mjög gaman þá reyni ég helst að sleppa því að segja fólki hvað ég geri út af því að hann skammast sín svo mikið fyrir það hann skammast sín fyrir það út af bara þeirri umræðu sem náttúrulega ákveðnum villigötum að mínum mati í allir þessu umræðu en þetta eins og segi, það rosalega skrítið að þegar að við erum með einhvern sem í matvælaframleiðslu að hann þurfa að skammast sín fyrir það að vera að sinna því. Já, akkurat, þetta mjög leiðilegt en þessi 5% af vöru útflutning þjóðarinnar sem laxeldi í dag að það verða ný atvinnugrein og það hafa verið ákveðin vandamál í ákveðnum framleiðendum á laxalús og svo líka hafa orðið slysasleppingar og en til að að setja þessar slysasleppingar í svona samhengi þá hafa veist undanfarin ár innan við 50 laxa úr eldi í laxveiðum landsins út af þessu stóru sleppingu sem var þá veitist 400 laxar úr þeirri slysasleppingu í laxveiðum landsins þannig að við erum ekki að tala um stórt hlutfall það eru miklu fleiri miklu 400 laxar sem sleppa úr Kvígindisdal og Kvíánu þarf að synda upp laxveiði ára landsins að það verið að veiða miklu meira hnúðlaxi til dæmis í laxveiðum landsins það er miklu fleiri löxum sem að villast upp mismunandi ár ég var nýverið í laxveiði á Austurlandi þar sem að flesti laxina sem við veitum voru merktir og margir þeirra voru að koma úr laxveiðanum í kring og svo kannski bara líka gaman að nefna það að undanfarin ár höfum við sleppt 7 milljónum laxaseiða í laxveiðar landsins og þannig að svona genaaukning og genafjölbreytileiki laxveiðum landsins eitthvað sem ekkert nýtt fiskar að villast upp í ár við höfum undanfarin ár sleppt 7 milljónum seiða í íslenska laxveiði ár og oft hafa þær verið að koma úr þeir ekki úr ánni sem var seiðunum var hrognunum var safnað heldur komið úr öðrum ám þannig að
þetta álag með 47 laxar sem hafa verið að sleppa og veiðast og 400 núna á síðasta ári, það ánáttúrulega að sleppin einasti lags en svona efnarslega samhengið auðvitað verða þau fyrirtæki sem er ekki að standa nóg vel á sínu rekstri og er að missa lags, það þarf að sekta þau og það þarf að vera mjög alvarlegar sektir sem hafa efnarslega vægi á rekstri þessara fyrirtækja en að það sé að skapast neikvæðni út af svona málum fyrir einhverju sem er að standa í dag undir 5% af vöruútflutning þjóðarinnar er algjörlega út í hött og það er kannski svona sýnir svona einhverju svona disconnect, tengisbrest, svona fólk er hægt að skilja hvar verðmætin verða til í samfélaginu, hvar peningarnir verða til sem borga fyrir spítalana og menntakerfið. Já, ég held að sé líka auðveldara að tala það að hafa ekki hlutina þegar maður með þá heldur en að hafa ekki hlutina. Ég held að sé það sem að sé svolítið svona rauði þráðurinn í þessu er að ég meina, maður hefur verið að tala við ýmsa hagsmuna aðila þar sem að ég mitt færi rauk fyrir því, ég meina matvæli sem er ekki sköpið hérna þurfa að vera sköpið einhverstaðar annar staðar í óstöðu aðstæðum og sem að kemur náttúrulega líka oft til svona kastana þegar maður er að ræða við fólk sem er öllum mjög mikið á móti og mikið nöpu við allt sem við erum að tala að þá er það líka búið til að með grænni orku sem þetta væri þá ekki ef það væri annar staðar og eins og segja, þetta er svolítið skrítið en hérna út af því að þú talar samgöngur sem er hvað ég var að segja þetta er sko, samgöngur eru almennt séð bara þurrt mál, þú veist, það er ekkit svakalega spennandi að tala samgöngur en það eru aftur á móti mikilvægar og það eru mikilvægar hérna á Vestfjörðum, ég meina ég keiriði þegar ég var að koma hingað þá keiriði ég gegnum einbreið göng og einbreiða brýr á svona helstu, þú veist, rétt árum að kemur í bæinn sem er mjög skrítið, þetta myndi aldrei líðast á Suðurlandi þá er ekki bara Sigurður Ingi að bjóða sig fram á Vestfjörðum og þá fara samgöngunar að skána eitthvað. Hann er alltaf nú búin að standa sig vel í höfni Hornafjarðar á því svæði, það er allt fullt af nýjum brúm og hraðbrautum þar, skilst mér. Það er bara autobahn þar, sko. Já, akkurat, autobahn þar en Malavegir fyrir vestan. Nei, hann er að standa sig mjög vel. Vandamálið er bara að uppbygging vegakerfisins er bara mjög dýrt og Íslendingar fóru mjög seint í gang með að byggja jarðgöng og svo fórum við í gang með að byggja jarðgöng og þá kom efnarsaðlögnin 2008 og og svo erum við að komast í gang aftur og þá kemur þessi sáttmáli borgarlínuna þar sem að ríkið setur eyrnamerkir rosa mikið pening á hverju ári í borgi Strætó í Reykjavík og hættir öllum innviðaframkvæmdum í Reykjavík þannig allar þessar stóru stofnbrautir í Reykjavík það eru allar í eigu vegagerðarinnar og það var tengið pólitísk ákvörðun það að byggja ekki upp vegakerfið í Reykjavík heldur að setja freka peningi Strætó og það sem er síðan að koma í ljós núna er náttúrulega að fólk er ekki að nota Strætó og fólkinu hefur fjölgað og allur peningur hefur verið hættur í Strætó en ekki að bæta vegakerfið innan borgarinnar og svo er bara túristar þannig að það er meira álag bara á vegakerfið bara út allt land og þá bara komin gríðarlega stór innviðaskuld og hún er náttúrulega sérstaklega áþreifanleg í Reykjavík ekki bara hér fyrir vestan í Reykjavík var tekin þessi pólitíska ákvörðun að endurbæta ekki gatnakerfi neitt heldur setja freka peningin í Strætó og svo í borgarlínuna og meðan á sama tíma þá fjölgar borgarbúnum og það er ekki einu sinni bara þannig að vegakerfið það ekki verið bætt í Reykjavíkurborg heldur hefur það verið skert það er búið að taka alls konar afreinar í burtu það er búið að fækka úr 2 agrunum í 1 þannig að og núna erum við átt að segja á því að þarf miklu meir uppbyggingu í Reykjavík og út landið og hér fyrir vestan þetta eru bara rosalega miklir peningar og það var einmitt þetta verkefni sem ég nefndi á Vestfjarðalínan sem okkur langar að svona vekja athygli á
á skattalegu mikilvægi Vestfjarða, þessu efnahagslega ævintýri sem hér hafa skatttekjur undir 10 ára kannski verið 110 milljarðar en næstu 10 árin á hann eftir að tvöfaldast að þrefaldast út af laxeldinu og Kerecis. Við erum að tala að í staðan fyrir að þessi 110 milljónir króna næstu 10 árin þá verða 200-300 milljónir og og ef að þessi vöxtur á að verða þá þarf að vera betra að búa hér, samgöngur þurfa að batna þess að þarf að bæta vegakerfi hér en það þarf líka að bæta vegakerfi í Reykjavík og nú eru svona sjálfkerrandi bílar, deilibílar og slíkt handan við hornið og við þurfum að búa við þurfum að vera með svona skammtímalausn í Reykjavík þar sem að við þar sem hlúum bara að þeim áta sem notum bílana á í dag og búa okkur undir þessa stóru byltingu sem handan við hornið með sjálfkerrandi deilibílum. Já, ég það er nefnilega búið að vera svolítið áhugaverð sko. Ég veit ekki hversu fljótt að mér koma með þessa sjálfkerrandi bíla en ég meina það verður bara spennandi að fylgjast með því en aftur á móti þá þarf náttúrulega, ég meina þegar maður að keyra í Reykjavík þá er rosalega mikið að töpuðum tíma bara á hverju morgni og milli 4 og 5 þegar maður fólk bara þúsundir að keyra í úr vinnu og sko það var svo magnaði með þetta sko hlusta á Bjarni Jónsson var í hans þingmaður Vinstri grænna var í viðtali hjá Kristjáni Kristjánsinni á Sprengisandi þar sem hann var að fara yfir það hvernig vegagerðin hefði tekið sér að sér pólitískt vald með því að fara í ákveðnar uppbyggingar sem að engin pólitísk samþykkt hafi verið til staðar og fjármunir sem að voru veittir í ákveðna framkvæmdir höfðu fjórfaldast eða sexfaldast á ákveðnu tímabili og það einhvern veginn bara enginn með svör og það svo einkennilegt að ég fylgjast með því að sko það sem að ríkið í rauninni það sem að við erum að koma inn á og þetta nú ætlum ég bara að lýsa minna afstöðu það sem að ríkið í rauninni þarf að sinna bara þessi umgjörð það sé gott atvinnulíf á tilteknum stöðum að veginn sé í lagi en mér finnst einmitt að sko þeir í rauninni gera það oft á tíðum of illa og í dag of illa en eru líka að þvælast í ýmsum öðrum hlutum sem þeir ættu ekkert að vera að hlutast til við og mér langar aðeins að breyta þessum kurs sko og tengja þetta aðeins við sko kannski svona aðeins það sem við rættum í upphafi með neikvæðu hliðarnar og kannski reyna að einblína á kannski bara svona stöku ertu með einhver svona dæmi það er að þú ert í þessari vegferð já, ríkið stóð sér vel í því að standandi nýsköpun og fleira því líkt en er eitthvað þar sem að þú varst með einhver dæmi þess þar sem að ríkið var að hlutast til og hafiði í rauninni afdrifaríkar afleiðingar á það að þið myndi mögulega ekki verða þetta undir Já, ég veit það kannski ekki verið svona stórlega áföll en ég hef oft talað sko að einna styrkleikunum fyrir því að vera nýsköpunarfyrirtæki á Íslandi eru stuttar boðleiðir að það sé auðvelt að tala við stofnanir það sé auðvelt að fá leyfi til klíniskra rannsókna reglugera umhverfið sé skilvert og svoleiðis en þegar tíminn líður að þá erum við bara að missa þetta forskot við erum að detta svolítið í bjúrókratisma að ábyrgð embættismanna hún mennur ekki að sinna þeirri ábyrgð boðleiðirnir að lengjast það til dæmis auðveldara fyrir Kerecis að skrá nýja vöru í Bandaríkjunum núna en á Íslandi það tekur skemmri tíma og ódýrara þannig sem sjálfsögðu ótrúlegt Já, mitt og mér kannski eitt svona dæmi sem svona áhugavert að það var brjóstapúðar eru notar konum sem hafa mist brjóst eftir brjóstakrabbamein svona implant og og svo líka konur sem vilja stækka á sér brjóstin Kerecis er ekki neitt í þeim geira en svona áhugaverð saga að það var franskt fyrirtæki sem var að svindla með þessi brjóstaimplant og voru að nota svona ódýrt iðnaðarsilikon í implantin í staðan fyrir að nota svona svokallega medical grade silikon og þetta leiddi til þess að brjóstapúðar fóru að leka hjá fjölmörgum konum út heim meðal annars í Íslandi og út frá þessu er eftirlit hert svo eru
líka alls konar vandamæli gangi í Evrópu og Íslandi með það sem verið að sprauta silikoni og kollageni og öðrum efnum í varir og rass og fleiri staði á snirtistofum. Eins og við gerum. Já, ég veit hann ekki. og og þetta er að valda alls konar aukaverkunum og sjúkrahúsheimsóknum. En nú fær Lyfjastofnun auki fjármagn á ríkinu til að standa betur við eftirlitshlutverki sitt, til að gæta þess að sé ekki verið að selja vörur á Íslandi og nota í læknisfræðilegum tilgangi sem er ekki leiðar til þess. Og þá setur Lyfjastofnun í gang heimsóknir til framleiðanda á lækningatækjum, heimsóknir til Keresis og annara lækningatækja framleiðanda í Íslandi til að gera auka úttektir á rekstrinum hjá okkur. Þannig að Keresis er við erum með svona Notified Body, það er fyrirtæki sem heitir Dekkra sem kemur tvisvar ára og tekur okkur út og við borgum fyrir en Lyfjastofnun tekur pening sem þeir fá aukalega til að sinna þessu eftirlitshlutverki til að fara í auka heimsókn til okkar í staðan þess að fara út á snirtistofunar og fylgjast betur með innflutningi á þessum ólögu vörum að þetta er að fara einhverja svona auðveldari leið heldur en að fara að sinna hlutverki sem er mjög, mjög mikilvægt og ekki verið að sinna nóg vel á Íslandi með eftirlitshlutverk á snirtistofum út í bæ og heima hjá fólki á ólögum efnum. En það var svona út úr. Já, ég sko, eins og ég segi þá hefur þetta eins og allt sem við erum búin að vera að tala þá finnst mér persónulega og það er náttúrulega búið að vera kannski skrítið að fylgjast með í þessu ríkisstjórnarsambandi sko, þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn og þetta pólitíska litróf að þá einhvern veginn hefur líka gætt ákveðni tregðu sko, að þau eru það mikið að passa upp á svona persónlegt identitet eða svona flokkslegt identitet að það rauninni er engar svona raunverulegar ákvarðanir teknar í einhverju svona bara sem hefur afdrifaríkar afleiðingar út af því að það þarf einhvern veginn að passa upp á það að sko hinflokkunni þurfi ekki að standa fyrir svörum gagnvart hinnu. Akkurat, og þetta er einmitt og tengist bara líf okkar mjög mikið að, þetta er ástæðan fyrir að þessar endurbætur í Landspítalanum eru að ganga hægt. Þetta er ástæðan fyrir að endurbætur í vegakerfi landsins er ekki að ganga að það er ákveðin hluti stjórnarsamstarfsins vil að allir noti strætó en og ákveðin hluti vill bæta samgöngukerfi fyrir núverandi samgöngutekni það bara gerist ekkert og svo með laxa laxeldið til dæmis Ísafjarðardjúp er burðarþolsmatið fyrir 30.000 tonn en það bara verið gefin út leyfi fyrir 12.000 tonn þannig að það er 18.000 tonn sem ekki verið gefið út leyfi og það er cirka 20 miljardar sem við erum að tapa að vera ekki með Ísafjarðardjúp í fullum rekstri samkvæmt mati vísindamanna á burðarþol Ísafjarðardjúps og þetta eru 20 miljardar í tekjur fyrir laxeldisfyrirtækin og það er cirka 10% sem eru 20% eru skatttekjurnar þannig að þarna erum við að tapa 4 miljardum í skatttekjur út af að menn treysta sér ekki til að taka ákvörðuna en það er ég fylgist talsveit með danskri politík það er heim í Danmörku í 8 ár og já, raunlega kannski núna búin að vera að vinna í 1 ár fyrir danskt fyrirtæki þannig séð, þetta er svo selt að þar ná menn að vera í svona ríkisstjórnarsamstarfi og vera ósammála hluti að þá fara menn svolítið út fyrir samstarfið til að ná einhverju málum í gegn en ef menn vilja gera það þá hótar alltaf hinflokkurinn stjórnarslitum sem þýðir að þessi mörg mikilvæg mál er ekki að komast áfram og hratt þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist eftir næstu kosningar hvort að það brotnar upp úr þessu núverandi samstarfi Þú búin að ákveða hvað ætlar að kjósa? Það er ekki að segja mig hvað sko, þú segir bara að segja já eða nei Já, ég er búin að ákveða það og svo sem aldrei ef var svona mína pólitísku samfæringu Nei, sko þú talar einmitt mikið sko leyfisveitingar og svona höfundarétti í öllum erindum sem við kemur að Keresis
og ég hef alltaf verið svona, maður svolítið svona tvístiga með það sko, ég ger mér ekki fyllilega grein fyrir, þú talar einmitt það að kaupa patent á einhverju kostið $100, það sé frekar einfalt og þú getur verið með, eins og orðar það ertu að tala þannig á ensku, pending patent sko, með leyfisveitingar og fleira þvíumlíkt hérlendis í samanburði við eins og Bandaríkin. Er þetta betra hérna, þú veist, út af þessum stuttu boðlögum, eða er þetta verra hérna? Já, ég held að það hafi breyst sko, það er svolítið áhugavert að allar svona reglugerðir í Bandaríkjunum eru þannig orðaðar að stjórnvaldi hefur ákveðin tíma til að bregðast við umsókninni og ef stjórnvaldi bregst ekki við að þá telst erindi samþykkt. Ég hef reyndar aldrei upplifað í Bandaríkjunum að stjórnvaldi bregðist ekki við innan tilskilins tíma. Þannig að það er alltaf press á stjórnvaldi að performa. Til dæmis fyrir, ef maður er að fá læfi fyrir nýtt lækningatæki þá hafa 90 daga til að meðhandla umsóknina og ef þeir svari ekki innan þess þá komið fleiri spurningar þá test læfi fyrir tækið samþykkt. Þeir komin alltaf með spurningar fyrir þessar 90 daga og maður spáir stundum með því í atvinnrekstri hér að og þarna tengist líka orkuinnviðunum að sem eru svo rosalega mikilvægir og við þurfum að vera miklu duglegir að virkja og hagnýta náttúrun okkar og rosalega leiðilegt að sjá núna við sem að missa af atvinnutækifærum út að við erum ekki að virkja, setja í gang nýjar jarðvarmavirkjanir og vatnsaflsvirkjanir og með því að gera það ekki þá erum við að koma í veg fyrir að vera til nýr iðnaður þá erum við að koma í veg fyrir að skattfótsporið aukist og þá erum við að koma í veg fyrir að vera til meiri peningur til að standa betri vörðum menntakerfið og sjúkrahúsin þannig að það er rosalega leiðilegt að sjá hvernig er búið að búa til svona kerfi svona ógagnsætt kerfi sem tekur áratugi að komast í gegnum til nýja virkjunarframkvæmda Háafell Ísafjarðardjúpi þar fyrirtæki Hrafnsdóttur Gunnvarar að ég man ekki hvað leyfisveitingin þeirra laxeldi í Ísafjarðardjúpi veltist lengi í kerfinu hvort það voru 8 ára eitthvað svoleiðis og spáði það ég nefndi á þann að 5% af vöruútflutningi þjóðarinnar kemur núna frá laxeldi árið 2015 var það inn af 1% þannig að núna innan við 10 árum þá hefur útflutningur á laxi vaxið úr 1% í 5% og skríð og myndi það líka fyrir hvern milljarð af útflutningstekjum af laxi þá koma 20% í samneysluna í formi skatta og veiðigjald og slíks leyfisgjalda að ef við hefðum verið fljótari að veita þessi leyfi að þá hefði þess að tekjur orðið til fyrr þá hefði verið orðið til meira efnahagslegt svigrúm í samfélaginu þannig að í síðustu kjarasamningnum að þá hefði kannski hluti af kjarasamningshækkunum hefði getað komið frá þessu aukna efnahagslega svigrúmi í staðin fyrir að þurfa að koma frá verðlagshækkunum hjá vinnuveitendum sem svo skapa þessa verðbólgu þannig að þetta skiptir allt svo miklu máli það er mikilvægt að við stöndum vörðum nýjar atvinnugreinar að leyfi fyrir nýjum virkjunum séu gangi hraðar að við séum samkvæm sjálf okkur með laxeldi þegar það er búið að gera burðamat á Ísafjarðardjúpi að Ísafjarðardjúpið þoli 30.000 tonna laxeldi samkvæmt óháðum hóp vísindamanna og svo eru bara 12.000 leyfð að alltaf þá eru bara skjóta okkur í fótinn með því að með að vera ekki nóg fljót og agile, ef við getum slett ég skapa okkur nýja til hreyfanleg já. Ég nefnilega við getum líka hort á þetta út frá þeirri linsu sem vorum að ræða áðan í sambandi við það að snemmtaka inngrip með ígræðslu getur valdið því að sé miklu meiri hagnaður fyrir spítalan ef það þarf ekki að fara í aflömun eða eitthvað fleira þvíumlið og því að það er sama með þetta að gera það er raunin ekki hægt að segja eins og þú segir þegar fyrirtæki er tilbúið til þess að hefja einhver rekstur sækjun leyfi það tekur 8 ár þetta er þá kostnaður á fyrirtæki sem er gríðarlegur og ég meina veldur líka því að fyrirtæki er ólíklegra til þess að
hefja einhvers konar rekstur og það sem ég langar að koma inn á sko hvað eru mörg fyrirtæki sem að fóru og ég upplöði þetta sjálfur bara þegar ég ætlaði að fara í hérna bara mjög lítinn rekstur og þá veist ég að sagja leyfi hérna og þurfti að svansvotta þetta og allt þetta að, sko hversu mörg fyrirtæki sem við fáum aldrei að heyrum hafa ekki orðið til út af því hversu langa tíma þetta tekur. Þau eru rosalega mörg en hérna en sko en það er mikilvægt að ég sé ekki miskilinn með það að ég vilji ekki hafa kröfur hérna umhverfismat eða kröfur hérna laxalús eða hérna það ég leiði einhvers svona shortcuts í hérna leyfisveitingamálum. Ég er alls ekki að tala um það. Ég er bara að tala að kerfið þarf bara að vera hérna skynsamlega settu upp og það er bara að vinna hraðar og ábyrgðin þarf að vera skýrari og hérna og ábyrgðin þarf mínum að vera pólitísk að hérna að það er ef að hérna þetta er mjög pólitískt mál með hérna með laxeldið og það er hluti þjóðarinnar sem vill ekki laxeldi. Þú nefndir þennan sem fór í bæinn og þorir ekki að segja að vinna laxeldinu. Svo er hluti þjóðarinnar sem vill laxeldi og það er þá skynsamari hluti þjóðarinnar eins og þau vilja meiri tekjur þannig að við getum hérna staðið betri vörð menntakerfið og heilbrigðiskerfið að það er ómögulegt að séu embættismenn að taka ákvarðanir um þetta og líka að það sé einhver nefnd sérfræðinga að taka ákvarðanum hvort það verða virkun á einhverju heiðið ekki. Það verða að vera pólitíkur sem taka þessar ákvarðanir og þeir þurfa svo að standa og falla með ákvarðanum sínum í kosningum. Já, ég sko í sambandi við þetta, ég meina ég hef orðið fyrir, hvað ég var að segja, félagslegum aðkasti út af því að ég hef sagt það nokkurt skeið, ég meina það er nú ekki langt síðan ætla að segja örugglega kringum svona 2020 þá hefði ég verið sagt að þetta sé allt genamengandi viðbjóður sem að bara einhverjir norðmenn eru bara að hagnast af og gerir ekkert fyrir samfélagið og allir er bara að hypja sig með þetta en svo fór ég bara einhvern veginn að kynna mér þetta og fór að skoða tölurnar og það sem að ég bara komist að er bara ég tel að þetta sé mikil sko bót ekki bara fyrir sko heiminn í víðari skilningi eins og vorum að tala áðan í sambandi við próteinvinnslu þetta líka bara fyrir það að það er hægt að byggja eða búa byggð í fjörðunum á Vestfjörðum sem að voru ég ætla ekki að segja að það hafa verið að drappast niður en þegar það var fólksfækkun á hverju ári og það er aðeins að snúast við núna sem betur fer og það sem að sko það sem meira mér finnst það ætti að vera ákveðin nálæðaregla í þessu út af því ég hef alveg fullan skilning fyrir því ef mál sem er búið að vera mikið til umræði Seyðisfirðingar vilja í rauninni ekki ef að tölunar eru réttar þá mótmæla þeir því að það er vera fiskheldi og ég er mjög sympatísk gagnvart því, ég hugsa bara já ok, ef að þau vilja þetta ekki, þá vilja þetta ekki en þá líka gilda ákveðin nálæðaregla gagnvart því fólki sem að vill hafa þetta menn eins og fólki í Ísafirði, eins og fólki í Bíldudal eins og fólki á Patró, eins og fólki á Tálknafirði og öllum Vestfjörðum þar sem að það er bara sko ekki bara sko fjárhagslegur hvati sem að er undirliggjandi heldur líka bara ákveðin félagslegur hvati og það er fullt af fólki sem að vinnur í þessu og eins og við erum búin að koma inn á stjórnandi að búa til umgjörðina þau ekki að vera umgjörðin, þau ekki að vera í því að vasast í hlutunum og með eftirlit bara ekki spurning ef það koma slysasleppingar þá er bara háar sektir ef það koma upp ljótu lúsamál þá bara stóra sektir, ekki spurning og þeir sem að skýta upp á bak og eru bara eitthvað neina og alla stjórna þessu erlendis þeir eiga ekkert að vera í þessu en aftur á móti þegar heildarmyndin er skoðuð þá ánáttúrulega sko fólkið sko hver hefur hagsmuna því að segjum svo að það sé rétt líka bara að það sé hægt að eyðileggja firðina sem ég reyndar held að sé ekki hægt hver hefur hagsmuna því að gera það ekki það er að sjálfsögðu fólkið sem býr í firðinum og er þarna Þarna þetta er mjög góða punktur að Vestfirðir eru atvinnusvæði og matakista Íslendinga og og það er svolítið það er mikið tala um norska eldislags og sem er svolítið spöglegt mörguleiti ef við kíkjum í kjúklingabú á Íslandi þá er það ekki íslenska landnámshæman sem er þar í búrum það er það blönduð hæna sem er búið að optimisera til egg og kjötframleiðslu og þannig að þú þurfir að setja minna fóður
til hænuna og þá framleiða þær samt mikið af kjöti og eggjum. Þess vegna eru þessar hænur í hænsnabúum á Íslandi og það alveg sama í eldiskvíunum út í Firði að þar er lax sem er alveg eins og hænurnar og kjúklingurinn sem við erum að borða. Það er lax sem er góður í því að konvertera fóðri yfir í massa. Hann er lélugur í því að synda upp íslenska laxveiðiár og magast og veiða sér til matar enda hafa bara veiðst 47 laxar að meðaltala á ári hér sem hafa sloppið úr þessum kvíum undanfarin ár. Þannig að það er alveg rétt. En svona og spurði mig vorum að spjalla saman af hverju Keresis væri á Ísafirði og það kannski tengist þessu svona ákveðin leita. Þegar ég var strákur upp á 1980 hjá afa og ömmu þá var rosalega mikið lagð í atvinnulífinu. Þá var fólk að flytja í burtu byggðarlega að missa skipin sín og allt var að drabbast niður fyrirtækja að hætta starfsemi og slíkt og en núna undanfarin ár þá er gaman að koma vestur og vera hér fyrir vestan, gaman að búa hér er mikill uppgangur í atvinnulífinu, það er ákveðið efnahagsævintýri í gangi, hér eru tölvufólk að vinna í þessum robotum í kvíunum, matarrobotunum, það eru líffræðingar að vinna matarlagfræðingar, það er fullt að gera í öllum vélsmiðum, það eru flutningar, það er búið að byggja nýtt laxaslátrús sem kostaði milljarða að byggja, það er fólksflutningur það eru fleiri bekkir í skólanum, tónlistarlíf hefur aldrei verið betra nokkuð tíman hér í tónlistarskólanum undanfarin ár, það eru 3-4 kórar, það er bara virkilega gott að búa og ástæðan fyrir það gott að búa ástæðan fyrir það vöxtur í menningunni er vegna þess að það gengur vel í atvinnulífinu. Keresis er hér miklum vexti, við erum með þessar nýju atvinnugreinar í laxeldinu, ferðaþjónustan hafa komið ákveðin leiti inn en þar eru ákveðin vankantar þar með innviðunum, þeir eru ekki nógu góðir og það kannski og það við þurfum að styrkja innviðana líka til að geta staðið undir fólks fjölga aukningunni þessum flóknari störfum, tölvunarfræðingar og líffræðingar og bara fólk almennt í dag að það gerir bara hærri kröfu til samgöngu innviða en var, fólk vil geta skotist til útlanda, vil geta skotist í fermingaveislu, það vil ekki þurfa að leggja lífsitt í hættu til að keyra á milli byggðarlaga og við eigum alveg pening á Íslandi til að byggja upp innviðina en til þess að byggja upp innviðina þá þurfum við að auka skatttekjurnar og það gerum við með að standa vörðum nýjar atvinnugreinar. Með að standa vörðum nýjar atvinnugreinar þá verður til vöxtur og þá auka skatttekjurnar og með því að auka skatttekjurnar þá getum við dreift meiri pening í heilbrigðiskerfið, menntakerfið og innviðina í staðan fyrir að rífast hvar á að taka peningin. Búa til nýjan pening frekar í staðan fyrir að rífast hvar við getum tekið peningin. Ég meit já, þetta er mjög áhugavert það er sérstaklega í samhengi við stjórnmálin. Mér hefur reyndar fundist mjög einkennilegt að sjá Sjálfstæðisflokkin ekki bregðast meira við Kristrúnu Frosta, það er eins og þið séu svolítið svona ennþá svolítið svona vönguð eftir svona það róttök sem að hennar innkoma var og ég gerir ráð fyrir því að þegar þú sagðist vera múin að ákveða þá gerir ég ráð fyrir að hafa verið að tala um að kjósa Kristrúnu ég veit ekkert hvað það er að kjósa en ég held að það sé ekki Kristrún en en það sem að frekar skrítið í þessu er að að það einmitt eins og þú segir almenn umræða út af því að jafnvel ef við myndum bara innblýna á hann punkt sem að skatttekjur eru að þá eins og ég segir að umræðan á sér stað á punktstöðu hversdags, það er að segja við tökum þennan dag í dag og segjum, heyrðu, ok, við erum með svona mikið nú þurfum við að ákveða hvaða prósentu við ætlum að taka. Það er ekki hugsa, nei, hvernig ætlum við að auka skatttekjunar með því að búa til fleiri fyrirtæki. Og það var svo áhugavert það sem að eins og þegar Willi Birgir með viðtal og þegar Skyin 3X var fjall úr rekstri eða svona erfitt að meta nákvæmlega núna hvað er nákvæmlega í gangi, þeir eru allavega að selja að að Willi Birgir kom til inn á þó svo hann sé náttúrulega verkalýðsforingi, hann sagði bara, heyrðu, stjórnvöld eru bara ekkert að gera til þess að búa þannig hnútana að það sé hægt að vera
í rekstri á Akranesi og sagði bara henni að þetta verður það bara svefnstæður en þá er það náttúrulega pólitísk ákvörðun. En það sko, við tölum aftur hann Kristrúnum, sko, Kristrún hefur rétt fyrir sér í því að þarf meiri skattekjur og hún talar að þurfi meiri skattekjur og það alveg rétt hjá henni. Við þurfum miklu meiri skattekjur en það gríðarlega kostnaðaraukning framundan í að byggja upp heilbrigðiskerfið, menntakerfið og innviði, orkuinnvið og samgöngur. Þannig að þarf meiri pening. Það sem held ég að Samfylkingin og hægriflokkarnir greinir á, það hvernig á að búa til fá þessar skattekjur, á það að gera það með einhvers konar millifærsluleiðum og hækkuðum prósentum eða á að gera það með því að hlúa nýjum atvinnum og búa til nýja skattekjur. Og ég held að þjóðinni hugnist betur að búa til nýja skattekjur og ef að það verður, þú veist, tónnin í kosningabartunni hjá Samfylkingunni þá held ég að niðurstöðurnar hjá Samfylkingunni verður gríðarlega góðar en ef að tónnin verður þannig að það er bara auka prósentur og skattpíningu þá held ég að niðurstöðurnar verða góðar en nú er Keresis í mjög góðri stöðu, við erum með að selja vörur sem mjög dýr og er svona tiltal ódýrt að framleiða og býður svona rannsóknum og svoleiðis þetta ekki svona hámargin framleiðslukostnaðurinn okkar inn á 5% af kostnaður verð seldra vara inn á 5% af sölutekjunum okkar, þannig að við erum vel sett en það er búið að gera svona alls konar inngrip í skattkerfinu eins og það var hækkað til dæmis launagjöld gjöld hafa hækkað og það átti að verða svona bráðabirgðar ástöfun og það hefur ekkert farið neitt aftur, prósentan hefur ekkert lækkað aftur eins og hún var, ég man ekki alveg hvernig þessu prósentur voru, þannig að það þú veist að vera í svona rekstri með lágum marginum og er erfitt og þá skiptir hver prósenta í svona sköttum máli og ég get vel ímynda mér að og þess er svo gott að vera í rekstri eins og Keresis og laxeldið og fiskvinnsla þar sem þetta hámarginu rekstur sem byggir á leifum og stöðuleika borgar hálaun fyrir þá sem starfa innan þessum greinum að það er mikill kostur fyrir okkur Íslendinga hlúa slíkum atvinnugreinum. Já, það er líka bara annað í þessu sko sem og ég er svona aðeins kynstur sjálfur þegar maður að greiða launáttu fyrirtæki að sko launatengdu gjöldin eru það mikil að það er gríðarlega óhagkvæmt að það er allavega sko jafnvel fyrir stór fyrirtæki þá er það svolítið sko hlutfallslega alveg stór ákvörðun að ráða nýjan starfskraft einfaldlega út af því að það er ekkert svakalega hann þarf að skila af sér rosalega miklum afköstum til þess að það borgi sig ekki út af því að það sé leiðilegt að greiða honum góð laun fyrir góða vinnu heldur bara út af því að þú ert mjög fljótt komin bara í skattþrep þar sem að bara og svo er náttúrulega tryggingagjöld og fleira þar sem að þú ert bara að borga helming í launatengd gjöld sko. Það var með tryggingagjöldið sem var hækkað og svo ekki lækkað eins og þetta að gera en ég man alveg eftir þessu, þú veist, fyrir 10 árum síðan þegar þú veist, ég var að spá að ráða 7. starfsmannin eða 7. starfsmannin hvað þetta var svona stóra ákvörðun og ég ræddi þetta í fjölskyldun og konuna mína og þú veist hvort það væri nú rétt í tímapunkturinn að taka þessar ákvarðanir en það er nefnilega málið sko ef við ætlum að vera með samfélag þar sem við erum með að borga hálaun og lítill launamunur á hæstu og lægstu launum og við ætlum að vera með hátt þjónustustig í heilbrigðiskerfinu þá þurfum við að vera í atvinnugreinum sem eru með háa framlegð og til þess þarf fólk með ákveðna menntun og þess vegna verður að mennta rétta fólkið til að geta verið í þessum atvinnugreinum með hárri framlegð og þá komum við aftur inn í mikilvægi menntakerfisins að ef við erum ef fólkið sem við erum ef hæfnin sem við erum að búa til í menntakerfinu ef hún er ekki rétt að þá kóðnar þetta allt niður hjá okkur næsta áratugum. Já, ég hef mikið fjallað stráka í menntakerfinu sérstaklega og náttúrulega bara menntakerfið heild. Ég held að séu núna svona aðeins í ákvæðari teikn. Ég hef búin að tala við Jón Pétur Símsen, Hermund Sigmundsson
og fleiri sem hafa látið þessi mál sig varða, þau sem eru í Vestmannaeyjum og fleiri. Það sem ég mitt hefur verið að reyna að færa rök fyrir því að það eru til stoðir til þess að reiða sig svolítið á sem eru kerfi sem eru betur til þess fallin að takast á við nútíman og þó svo að kannski, og þetta er rauninni sama og við erum að ræða með heilbrigðiskerfi það sem er svona kerfisleg tregða vegna ákveðna hagsmuna og það sem er einmitt sko í þessu og þetta er góða punktur sko eins og við getum ekki hort fram í nokkra fram í tíman nokkra áratugir og það ég meina hvað þýðir það að helmingur stráka geti ekki lesið til gagns hvað afleitar afleiðingar hefur það á þeirra framtíðar horfur varðar menntun og geti tekið við fyrirtækjarekstri og svo afkomendur þeirra þegar við erum farnir geta tekið svo við rekstrinum aftur. Það er þetta sem að mér hefur þótt vanta í alla umræðu sko, þessi menntamál og þegar menntamálin einhvern veginn hafa og eins og segja, þetta er sama og ég var að tala bara við metum allt út frá einhverju punktstöðu. Þannig að punktstaðan bara úlingurinn verður úlingur. Hann verður ekki alltaf úlingur. Hann þarf ekki að tekist af verkefni lífsins. En við erum núna að gera allt og lítið til þess að sko, standa að því að hann geti raunverulega tekist á við þau verkefni þegar við erum komin á hjúkrunarheimili. Nákvæmlega. En það sem við þurfum til að standa undir svona dýrri þjóðfélagsuppbyggingu eins og við erum með, þá þurfum við verkfræðinga, vélstjóra, fólk menntaði náttúruvísindum eða STEM eins og stundum kallað og lækna og hjúkrunarfólk og það er mjög mikilvægt að kerfið sé að dæla út fólki með þessa hæfni vegna þess ef fólk með þessa hæfni ekki að verða til að þá munum við geta þá fá fyrirtækinni til þessi rétta starfsfólkið og verða og þessi rekstur sem að skapa okkur þessu gríðarlegu verðmætum í dag að hún breytist og við sjáum bara í kringum okkur til það bara eins og Nova Scotia til dæmis bara í Bretlandi að það er sjávarútvegur lágtekju atvinnugrein það er fólk sem hangir á horriminni sem er þar það eru engin arðbær fyrirtæki, það er engin fjárfesting það er engar robotar, það er engar rannsóknir það er engin að þróa dróna til að til finna fisk það er engin tækniþróun og ef við ætlum að halda svona háu þjónustustig í samfélaginu þá þurfum við að framleiða fólk með rétta hæfni til að geta haldið áfram í þessum arðbæru atvinnugreinum sem við erum í dag. Við fyrir nú að ljúka þessu, mér langar að klára þetta í rauninni á því máli sem við vorum að ræða áðan sem er svona heilbrigðiskerfi og fara þessi svona breiðari strókur. Núna Kristján Frosta, svo við nefnum hann nú aftur, búin að tala það að 50 milljarðar verið settir inn í heilbrigðiskerfið ef að samfélkingin nær, nægilega góðum kosningum. Þitt mat á því svona í þeirri stöðu hafandi reynslu af því að tala mikið náttúrulega við lækna. Heldur að þetta sé jákvætt? Heldur að þetta sé það sem að þurfi? Er 50 milljarðar inn í heilbrigðiskerfið? Já, það er örugglega rétt hjá henni. Þá þarf ekki á morgun en það er alveg rétt að við þurfum 50 milljarðar, við þurfum 100 milljarðar við erum að horfa á gríðarlega kostnaðaraukningu í heilbrigðiskerfinu næsta árum bæði bara á hátæknisjúkrahúsinu með róbótum, dýrari vörum og lyfjum svo bara þjóðina eldast þannig að við erum að sjá bara mikinn aukinn kostnað í svona hjúkrunarþjónustu þannig að hún hefur algjörlega rétt fyrir sér þar að þetta er peningur sem við þurfum og það sem ég er að segja þegar við horfum út á djúpið að við getum búið til skatttekjurnar til að fjármagna þetta með því að standa okkur vel í að búið til nýjar atvinnugreinar og hlúa að þeim og veita þeim aðhald sjálfsögðum en við erum með þessar atvinnugreinar í hendi nú þegar og þannig að við getum alveg búið til þessa peninga á Íslandi á næstu árum ef við höldum vel á spilunum en við gerum það ekki með því að koma í veg fyrir nýjar virkjanir við gerum það ekki með því að koma í veg fyrir vöxt í laxeldi við gerum það ekki með því að gera reglugerðar umhverfið flóknara fyrir fyrirtæki svo kærir sér læknatækjum. Við gerum það ekki með að mennta rangt fólk búið til nýja rétta hefnina í menntakerfinu. Nei, ég ætla að breyta aðeins að lokunum út af því að við erum alltaf lítið búin að tala orkuinnviðina. Orkuinnviðinir mættu vera betri hér á Vestfjörðum
Það alltaf talað það sko svona eins og Vestfirðir séu svolítið svona svartir sauðurinn sko, það ekki talað hérna fjárhagslegan ávinning ríkisins að því að vera að halda út í góðum rekstri á Vestfjörðum öllum, en orkuinnviðirnir ná ekki að skila sér og það ótrúlega fyndið og ég var mann ekki hvað það var, ég held ég hafi verið hvað var það ársfundur SA eða eitthvað, það sem voru með sýndu sko kort af því hvernig sko orkuinnviðirnir eru og það eins og við séum einhverja norður kóru hérna á Vestfjörðum. En þegar þú komst út úr einbreiðu göngunum hérna aðan sem varst ánað með á fjórhjóldri spilunum svo þurfti til að komast þetta niður Malavegina að þá bygging þar einmitt og vinströnd sem oljudrifin rafmagnsframleiðsla og hún í gangi hér 10, 20, 30 daga á ári að búið til rafmagn vegna þess að það er bara ein rafmagnslína sem liggur hingað vestur og Vestfirðir ekki hringtengdir og svo erum við búin að búa til þetta kerfi, þetta samráðsferli nýjar virkjanir sem virkar þannig að ef það einhver einn á móti þá gerist ekki neitt. Við erum búin að búa til alræði neitunarvaldsins þannig að það hreyfist ekki neitt á Íslandi með nýjar virkjunarframkvæmdir og þar að þau eru búin að færa þessar ákvarðanir út til sérfræðingana í staðan fyrir að láta pólitíkur sem taka ákvarðanir og láta þá síðan standa og falla í kosningum ákvarðanum sin og þannig að það er rosalega slæmt og það er leiðilegt við reykjum okkur mikið í kersis að róða okkar sáraróðið að sé búið til með endurnýjanlega orku en það er kannski ekki alveg rétt vegna þess að það er svo oft sem að þessi varaaflstöð er kerið á olíu 10, 20, 30 dag ári sem alltaf alls ekki nóg gott en það er sterk umræða í held í samfélaginu að við þurfum að standa okkur betur að nýta okkur náttúruna og landið okkar er ótrúlega stórt og viðfemt og það eru svo margir kostir við getum virkjað á svo miklu fleiri stöðum og bara líka með að auka með að til dæmis, nú erum við jarðhita held ég á 6 stöðum á landinu bara með að bora nýjar hólur, viðhaldshólur á þessum svæðum þar sem við framlega jarðhita í dag þá getum við búið til 100-200 megawatt og þá án þessar að fara nokkuð á nýja staði sko. Landið okkar er gríðarlega viðfemt og það eru svo margir staðir þar sem við getum virkað jarðhita, vatnsafl, vindorku og svo er kannski annað mál sem er kannski svona meira fyrir þá kynsluð og næstu kynsluð þegar að við erum við hliðin á Grænlandi og Grænland er ótrúlega viðfemt og því svona hvar sem þú stígur niður fæti eða flýgur yfir á Grænlandi þar hefur mannsfóturinn hvergi stígið fæti og þar erum við með ótrúlega viðfeman náttúru sem er algjörlega ósnert og við Íslandi að við getum ekki byggt brýr jarðgöng og vegi og virkjanir af því að við séum einhvern veginn að ganga og nærri náttúrun er algjörlega út í hött. Ég já, akkurat sko, þetta er eins og segi, þetta er svolítið bara svona skrítin umræða út af því að eins og segi, það er auðvelt að tala að hafa ekki hlutina þegar þú hefur það og en svo kemur að því og hefur það ekki þá allt innferði átt að því að það sé slæmt. Það sem er kannski svona verst í þessu öllu, það er svo þegar kemur yfirstætta fólk í gönguskónum úr Reykjavík á sumrin og kemur hingað vestur og gengur fyrir það fjöll og eignar sér þennan landhlut og vill taka frá okkur réttin til að nýta náttúruna og breyta Vestfirði í einhvers konar þjóðgarð. Það er gríðarlega hættulegt afstaða sem við verðum að gæta okkur að því að ná ekki yfirhöndin í samfélagsumræðinu. Já. Telurðu að Vestfirðingar hafa ekki nægilega mikið vægi í málefnin sem varðar Vestfirði? Svona í umræðum. Þá bæði með samöndu fiskeldi og orkuvinnslu og fleira. Jú, ég held svo sem að vægi sér í lagi þannig séð. En ég held að það sé kannski meiri bara almenni strúktúrin sem þarf að laga. En það heyrast vissulega þessar raddir frá elitunni að Vestfirðingar er ekki að fá að nýta náttúrun og náttúruauðlindirnar nýta firðina og sem er mjög leiðilegt og það kannski skýrir það kannski svona birtingamynd þess að hvað við erum komin langt frá því að skilja
margir hverjir eru konið langt fyrir að skilja hvað verðmætin vera til í samfélaginu. Hérna, ég fekk ótal spurningar þegar ég baði mig. Ég er eiginlega búin að fletta þær flestar inn í, sérstaklega var það, ég tók eiginlega allar þær sem að höfðu með málefni svona okkar að hérna gera. En það var einn sem að vildi fá að vita hver er, ef þú ættir að nefna eina bestu ákvörðun sem þú hefur tekið á þessu ferli sem að Kerecis hefur verið, hver var svo ákvörðun? Það var að flytja sölu og markaðsstarf fyrirtækisins til Bandaríkjanna. Þá skar ég niður reksturinn á skrifstofunni hérna á Íslandi. Og, það var besta ákvörðun? Já. Það er svolítið áfellisdómur á stjórnmálun hérna? Nei, það held ég ekki. Það snýst bara það að markaðurinn var í Bandaríkjunum, það eru kaupendurnir og vera fjarstir á sölumönnum hérna frá Ísafirði Reykjavík var ekki rétt. Það var miklu betra að vera með sölu- og markaðsstarfið og ákvörðunartökuna þar í Bandaríkjunum nær markaðnum. Við erum ekkert að gera með íslenska innviðið þannig séð. Við erum með framleiðslun okkar hérna og gæða eftirlit og rannsókn og þróun og hluta til markaðsstarf en hérna að taka stökkið frá því umbreyta fyrirtækinu að vera svona tækniþróna fyrirtæki yfir að vera sölu- og markaðsfyrirtæki. Það var hérna heilla trúasta ákvörðun fyrirtækisins og hún var árangursrík vegna þess að hún gerði samhliða því að ég flutti til Bandaríkjanna og bjóð þar og sölu- og markaðsteymið var flutt þangað. Það var mjög lítið teymi, það var 4-5 manns í sölu- og markaðsmála þannig okay. 2016. Já. Ok, heyrðu, þá ætlum við að segja þetta gott. Þetta var, ég er örugglega fljótari að telja upp það sem við ræddum hérna ekki var það svona stjórnmálalegs eðlis, við fórum við öll. Þetta var gríðarlega áhugavert. Takk æðislega fyrir að bjóða mér. Guðmundur Fertram, njóttu dagsins og þangað til næst. Flott, takk fyrir að koma austur.